Ágætu hátíðargestir, kæra Katrín. Takk öll fyrir að gefa ykkur tíma til að koma og vera hérna með okkur. Ég á mér draum sem ungur kjósandi að Katrín Jakobsdóttir verði næsti forseti Íslands. Á laugardaginn get ég tekið þátt í að láta þennan draum rætast þegar ég fæ í fyrsta sinn að kjósa og taka þátt í íslensku lýðræði. Ég ætla að sjálfsögðu að taka þátt og sá til trésins og ekki sitja í skugga þess. Við sem erum ung verðum að hugsa framtíðina og hverjum við viljum treysta fyrir henni. Ég get með sanni sagt að ég treysti Katrínu Jakobsdóttur best fyrir embætti forseta. Að öllum öðrum ólöstuðum skara reynsla hennar og þekking fram úr og hún mun geta sinnt embættinu að fullnustu frá fyrsta degi. Í þessum kosningum eru margir kallaðir en aðeins ein útvöld. Það er einstakt að manneskja sem hefur slíka kunnáttu sem Katrín hefur bjóði sig fram og vilji vinna áfram fyrir íslenska þjóð. Hún hefur sýnt að íslenska málið og menning þjóðarinnar skiptir hana máli. Hún mun því sinna þeim menningarmálum lipurlega og fara létt með það. Því þarna skiptir lífsreynslan máli. Reynsla að taka erfiðar ákvarðanir, hlusta á ólíka hópa, sætta andstæðar fylkingar, leiða þjóð gegnum heimsfaraldur, rýming byggða vegna náttúruhamfara og gera það bara verulega vel. Reynsla skiptir máli. Það á að nota það með fólki en ekki á móti. En heimurinn er ekki bara Ísland. Það skiptir að mínu mati miklu máli að forseti geti talað fyrir Ísland og Íslendinga erlendis. Þar skarar Katrín fram úr í því trausti sem henni hefur sýnt erlendis og af þjóðhöfðingjum annarra þjóða. Þau okkar sem vilja forseta sem líklegt er að heimurinn hlusti á í ljósi reynslu hennar og þekkingar kjósa Katrínu. Ég þekki Katrínu ekki persónulega en finnst hún svo alþýðuleg og alþýðuleg og venjuleg þrátt fyrir hlutverk hennar síðustu ár að ég veit að hún verði forseti okkar allra en ekki sérstaka hópa. Hún virkar ótrúlega klár og víðsýn og ég veit að ég muni vera stolt af henni sem forseta sem skiptir mig miklu máli. Ég treysti henni sem ungur kjósandi og vona að þið öll gerið það líka. Hún hefur hægt og rólega frá menntaskóla klifið áfram upp stigann á þann stað sem hún er á núna en virkar alltaf eins. Ég veit hvað ég hef. En ég er ekki bara að kjósa Katrínu með því að merkja við hana á laugardaginn. Ég er að kjósa fyrirsjáanleika og traust. Ég veit hvað ég hef. Eins og mörg önnur ungmenni á ég það til að kvíða framtíðinni og þeirri óvissu sem blasir við mér og þess vegna er það bara ótrúlegu léttir að kjósa mannesku með reynslu og bak sem er vant að brjóta á. Ég veit hvað ég fæ. Ég er glöð að fá að koma og segja nokkur orð. Við skulum reyna að finna gleðina í því að fá að kjósa okkur einstaka forystumannesku og vanda okkur hvað við segjum. Því eins og skáldið sagði, þegar öllu er á botni hvolft, fer allt einhvern veginn. Ég ætla að ljúka máli mínu með orðum Þorsteins frá Hamri. Þegar á allt er litið er enginn einn heldur margur og þyrpist saman til úr honum verði einn. Einn sterkur þjóðhöfðingi, Katrín Jakobsdóttir. Takk fyrir. Framúrskarandi, það var ekki skrítið að sólin breytist í gegnum skýin eftir þessa ræðu. Nú er komið að þér